Ég heiti Ragnheiður og ég er með síðuna, Facebook síðuna Næring og núvitund og ég er líka með síðuna ergutjóns.com og við erum að tala núna hefur streita áhrif á það hvernig við borðum. Og hún gerir það klárlega, hún hefur mikil áhrif á það og eða hefur hún líka áhrif á það hvað við borðum. Hún hlýtur að hafa áhrif á það líka en þetta er svona leiðin til að tengja saman næringu og núvitund að það er að ræða streituna. Og ef þú ert ekki búin að skrá þig á fríu hvatningavikuna sem er næstu viku, sem er hætt að borða stress, að þá er tækifærið en ergutjóns.com /frí hvatningavika. En hvernig hefur streita áhrif á það hvað við borðum? Ef við bara tökum það fyrir fyrst. Að þá er það þannig að af því að við erum stressuð þá upplifum við mjög oft tímaskort og þannig hefur streita áhrif á það hvað við borðum. Þegar við upplifum tímaskort þá erum við ekki að velja kannski alveg það sem að okkur finnst okkur finnst það ekki þægilegt eða á ensku convenient. En ef okkur finnst það á nógan tíma þá veljum við kannski betur en þegar okkur finnst okkur ekki hafa tíma að þá veljum við það sem að er einfaldast og þægilegast og við gefum okkur, þannig að það er eitt af því sem að hefur áhrif á það það er við upplifum innan tímaskort, það er það sem hefur áhrif á það hvað við borðum, hvað þess maður getur streitan haft áhrif á það og þannig að það er tímaskortur og þessi upplifun og þá veljum við kannski ekki að heilsusamlegasta fyrir okkur ef við erum að flýta okkur og svo er það annað að við upplifum streita hún í líkamanum hefur það áhrif að það losna streituhormón og þessi streituhormón gera að verkum að við verðum oft svengri heldur en við erum í raunveruleikanum. Þau gera að verkum að við sækjum í eitthvað sem er þá kannski gefur okkur snögga orku eins og eitthvað sem er mjög sætt og sælgæti eða skyndibita sem gefur okkur líka mikla orku á stuttum tíma. Þannig að það er þetta streituhormón kortisol sem að þegar það hækkar þá sækjum við meira í það sem að við kannski er ekki eins heilsusamlegt. Það er alltaf lagi þá auðvitað á sinn þátt í heilsusamlegu mataræði einstaka sinnum eitthvað en ef þetta er eitthvað sem við erum að gera oft á dag eða hverjum einasta degi þá getum við verið að skoða það eitthvað hjá okkur. Og af því að við erum að flýta okkur þá gefur okkur ekki tíma til að setjast niður og þá hefur það áhrif á það hvernig við borðum, þá hefur streitan áhrif á það hvernig við borðum. Við gefum okkur ofta ekki tíma til að setjast niður, við borðum í bílnum, við leyfum okkur ekkert að setjast niður og njóta þess og taka inn hvern bita og við erum þá ekkert að velta fyrir okkur hvort við getum, hvort við séum svöng eða hvenær við séum orðin södd. Þannig að við gefum þá okkur þá ekki þennan tíma sem þarf til að njóta þess að borða og bara tyggja og muna eftir því að bragðlaukarnir eru í munninum. Ótrúlega merkilegt fyrirbæri. En það sem við ætlum að gera í næstu viku, í fríu hvatningavikunni, er að hlusta á þessi merki líkamans, aðeins að læra inn á það og kannski aðeins að hlusta okkur innri visku og sjá hvað við höfum sjálf fram að færa. Af því að þetta er kannski allt innra með okkur á þess að við kannski eigum beinan aðgang að því, en við ætlum að prófa það í næstu viku, í fríu hvatningavikunni. Þannig að þú getur ennþá verið með og skráður þig og ergutjóns.com /frí hvatningavika. Endilega, komdu og vertu með okkur. Ég hlakka mikið til. Sjáumst.